við fiskuðum vel. Þetta verður góð túr, eða við fengum góðan pening út af þessu. Er eitthvað að vera einn kvöld? Já, það er ágætis mynd í bíó. Svo er síðasti dansleikurinn hjá okkur í kvöld. Ætlarðu ekki að skella þér? Jú, ætlum maður ekki að gera það. Er ekki fjör? Það verður heiftarstuð. Hvað er eftir að spila oft? Ha? Hvað er eftir að spila oft? Þetta er síðasti dansleikurinn. Við ætlum að taka okkur pásu í ár. Svo sjáum við bara til hvað við gerum. Komið strákar! Þá drifum okkur niður. Hvernig að þau? Komið hérna maður. Hlaupið í hraðan.
þetta gamli minn. Náið nú sjóinn, strákar, þetta er alveg agalegt. Sólinn að koma, við hendum grjóti. Ó, ó! Já. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Var ég búinn að fá mér einn pening þá ætla ég að skella mér nokkuð á strandi bara og í vigur. Fljótlega. Já, það er nokkuð mikið. Jæja. Hvernig lístu nú á það að fara aftur til London eftir Hotspur-bifreiðinni? Bara vel. Ég hlakkar til að þetta stáðum áfrið og svona og hitta félagana. Og þótti nú mikið í ráðist þá og mér að segja komu smiðirnir til þess að setja það upp.
og þá var það nú dálítið öðruvísi heldur en það er núna. Það hefur nú verið tekið burt af því dálítið, viðbygging, en svona aðal húsið er með svipuðu formi, gluggaskipan og svoleiðis nokkuð. Veistu hérna hvað þið er búin að búa hérna fjölskyldan í mörg ár, eða mörg 100 ár? Það er frá 82. Þessi ætt 1882. það var ákaflegt mikil niðurlæging eiginlega á öllum hlutum hér þegar afi okkar kom hingað. Því að jörðin hefði bútast niður í marga parta þegar að Kristján í Vigur hætti eða hann dó. Þá var náttúrulega búið hér áfram að hans fólki, seinni konu hans en það fór mikið út í óreglu og vesaldóm og segja sko. Og það var mesta niðurlægingarskeið fyrir eyjuna þegar sem tók við þegar Kristján heitinn í Vigur sem er nú dáinn 1840 eða svo, þegar hans naut ekki lengur við. Og þess vegna kom þessi vísa á loft sem einhver, maður veit nú ekki höfund af henni, en það var gerð þessi vísa Vigur einmitt þegar að hún var í sínu niðurlægingarstandi. Gæfan burt er flúin frá fögru höfuðbóli, Bakkus, Simbi og Syndin grá sitja á veldustóli. Hann hét Sigmundur bóndinn sem bjó hér í þann mynd þegar þessi vísa var gerð og það var mikið óreglu hér og Dúntekja og lundatekja þegar lundu vill fljúga og svo sem sagt svo er þetta er maður með kindur og kýr. Venjulega hefðbundinn búskapur hér en nú eiginlega aðal undirstaðan undir búskap hér. Við höfum hér bæði kýr og kindur, 10-15 nautgripi og upp til 200 fjár. Og þar fyrir utan eru svo hlunnindin æðarvarpið sem er nú eiginlega besta tekjulindin þeirra sem búa hér. Og svo lundatekja, fuglatekja og það fer nú eftir því hvað menn eru duglegir að bera sig eftir því og hvernig markaður er og allt svoleiðis. Og svo var nú hérna mikið útræði í gamla daga og var nú stundar þá meðan að fiskur var hérna nálegur en það hefur dregið saman núna og er eiginlega horfið mikið til.
mikið rausn að heiminum. Maður gefur fólki sem kemur hérna svona kaffisopa og svoleiðis. Og þetta líka tilbreytni frá hversdagslífinu. Því að við erum nú fremur einangruð á veturnar. Já. Það að vísu djúpbáturinn 2 í viku og svoleiðis en ekki mikið gestakomur. Já. En svo batast það upp á sumrin en það væri kannski betra minna og jafnara. Já. Það nú liðinn svo tími sem við þurfum að vera vandræði með tómstundinni því að það er sjónvarpið og útvarpið og svo dagblöðin þegar þau koma kannski í bunkum og þá Já, maður fær alltaf dagblöð. Þá gerir maður nú ekki annað á meðan en maður gluggar í þau og svo framvegis. Nú ekki húslestrar eins og í gamla daga? Nei, mann að sjónvarpið það, Nei, þeir eru nú aflagðir en það man nú að það var lesin húslestur hérna alveg fram á það að við vorum með fermingaraldur, Björn ábyggilega seinna. Og það var alltaf á hverjum einasta sunnudegi sem pabbi Galli settist hérna við orgelið sem var hérna og spilaði sálmana og allir sungu með. Og svo kom náttúrulega Péturs hugvekjan og manni var nú stundum litið á bókina og fannst óþarflega þjatt á síðunum því að manni finnst að taka nógu langan tíma, svona krökkum og svoleiðis sem hefði nú heldur viljað vera úti. Og þá var alltaf síður að þakkaði alltaf fyrir húslesturinn með handabandi. Palli vissi, þú bara? Í gamla daga voru sagðar sögur og svona og kannski lesum fornsögur. Og já, það voru sagðar sögur. Oftast fannst okkur nú að vera dálítið svona kenndar við drauga. Já. En það var maður myrkvæli. Það þorði ekki að fara gangum bæinn þegar myrkur var. Því þá var nú hvergi ljós nema það sem fólki var. En huldufólk, býr ekki huldufólk hérna í? Já, það veit ég nú ekki, ég hef nú ekki orðið var við það en það er til stór steinn út á eyju sem kallaður borgarsteinninn og okkur hefur nú fundist það alltaf verið eitthvað dularfullt við hann, svona steinn. Og þar að leiðandi heldum við alltaf að séu huldufólk í honum. Eru til einhverjar sagnir það? Já, það maður heyrt sagt að það heyrst mannamál í steininum. Og jafnvel ljós hafi sést. Það eru sjálfsagt draugar til hérna eins og annars staðar. Ég fekk lítið. Ég fekk einhver 60. Það þauðt ég ekki neitt. Það er rétt að maður þorri að koma heim. Ég fengi yfir daginn í eitri veiðiferð. Þá fekk ég 1140 og var ekki allan daginn. Og oft fengi ég 500 og 600. Þá voru það ekki henni að það er aðeins meira bitna. Ég það getur verið. Eflaust. Það mátti ekkert vera að því að hugsa það. Er ekki vont þegar hann að bíta? Jú, hann tekur stykkið, hann getur snúið stykkið upp úr bara. En maður fer óvarlega á honum. Sko, það passa sig.
það held ég nú. Ég var kannski að fara með þér einhvern tímann. Já, það geti verið og hittir svolítið sá. Já. Við vorum nú aðeins í morgun þegar við komum. Já. Það var nú mikill fuglavísu sem flaug. En hann var ekki þar eftir góður viðrugnar að ná honum. Það ekki sama hvernig hann flaug. Flaug alveg öfugt við það sem við erum vanir að drepa upp á hægri hendina. Já. En það er eins og það er. Það sem er ekki allir að vinna með rassendinni, það eru aldrei eins hapadrút eins og með hinni. Við 89. Á kvöndan. Þú skal spyrja þau að því. Ég held að það sé nú ósnæmt að spá það, en mér sýnist nú að sólarmerki benda til þess að maður þurfi ekki óttast að eyjan færi í eyði. Það er engu slegið föstu neitt það hver það verður sem situr hér næst. En allavega heyrðist manni nú það, eða ég sé á okkar krökkum, að þau séu ekki fráhverf því að halda hér búskapnum áfram. Þegar að við erum hverfum á sjónarsviðinu. Við eigum 5 börn og þau vilja helst, þau segir bara, geta öll þess að séu búin? Jú, það hafa margir bæjarsvæði hérna í Ögurhreppi og það er nú orðið fátt hér í hreppi. Það var sérstaklega hérna á árabilinu, það var fyrir 10 árum og þá fóru bæjarnir hérna í utanverðursefnum í eyði, 5 bæjar í Skötufirði sem fóru í eyði á einu og sama árun eiginlega. En síðan hefur byggðin nú haldist nokkurn veginn við hér í hreppi. Maður hefur hérna tilhneigingu til þess að ætla að það hefur nú verið vegleysi í þessum firði sem gerði að það kom síðast vegur í þennan fjörð að við byggðum bólum hér við djúpið og maður heldur að það hefði nú ástæðan þátt í því að fólk geta að trénaðist, en það hittir sem svoleiðis á þá kom vegurinn eiginlega strax árið eftir að fólkið var farið. Það hittir sem svona á.
auðu bekki. Hér þar sem áður sátu sjósóknarar, bændur, fuglatekjufólk, nú allt autt, tómt. Mannlífið horfið úr víkunum þar sem áður voru nektarbú. Vestur á land þeir fóru í föngum, í feikna löngum hungurgöngum. En nú kemur hér engin meir, nema eftir vill einstaka ferðalangur við blásumatíman. Börnin sem áður slitu hér barnsskónum þreyja nú lífið annar staðar og koma hér aðeins sem gestir. En hvers vegna? Hvert eru þið farin? Hvað hefur kallað ykkur burt úr þessum friðsælu víkum? Voru það eftir vill veðurharðindi og einangrun sem hvött ykkur til að flytja brott? Eða vildu ungarnir ekki sitja heima í hreiðinu? Það er allavega furðulegt í dag að ganga fram á lífsstarfs svo margra kynslóða grotna niður í svörðin. Sjá hvernig hvönnin hylur heimatúnin og báta sem sameinast sandinum. Það er hér sem tíminn stendur kyrr. En hlutirnir veðrast og áður en maður veit það er tíminn hættur að standa kyrr. Og sagan er gleymd á bak við gamla rústir og uppgrófin tóftarbrot. En eftir vill endurtekur sagan sig einhvern tímann og víkurnar fyllast af fólki. Það er það óránað sem landið á eftir vill eftir að upplifa. Varst þú alveg fæddur hérna? Nei, ég er fæddur á Ísafirði. Ég er fæddur í litla húsinu sem hann keypti með pípunótt eða þið minna nokkuð eftir því. Það er út í Króknum sem er búið að rífa núna. Já. Hann kom hér 1914, það sé ég búið að segja. Það var 4. ári. Það held ég.
Þá var hér andskotans árið myndið svona dalhugur í mannu því þá var hérna stöðin að fara. Já, já. Hvalveiðastöðin. Já. Það held ég. Menn var, já, hún var þá rekin af Norðmönnum, var það ekki? Jú, jú. Hún var rekin af Norðmönnum. Var þá allur hvalur búinn eða farin að greisjast svona? Já, ég held að það hafi verið mikill hugur í þeim að setja hvalveiðastöð fyrir austan. Já, já. Já. Ekki var hann alveg lokað þá var það? Ha? Ekki var henni lokað, var það alveg? Alls og sem hvalveiðastöð. Já. Já. Þá var hann lokað sem hvalveiðastöð. Svo var hann komin sko seinna með, þá voru þær að breyta henni síldarstöð. Já, já. Síldabræðslu? Já, síldabræðslu. Það er í vísku sko þegar seinna ára þegar Hvaldur að fara að drífa þetta, þá var komið mikið meira svona ýmsas og tækjum eða svoleiðis. Þetta var svona byrjunar öðrudekar. Og komst það ekki mikið gróska svona í... Jú, það lifnaði hreppurinn sko. Þótti þetta mikið skjótar og fljótar að tekna peningar heldur en að bíða eftir búinu. Já, já. Já, það gróf undan búinu. Já, var það með þessu? Já, með þessu sko. Já, já. Seinna á sko þá hérna var það bæði sem hélst í höndur, tíðarandinn og vinnan stjórnfindi peningar. En þeir gátu ekki alltaf til að kvenfólk geti allt. Nei. Svo það minnkaði smá peningsbúning, rollur og beljur. Já. Og þetta held ég að þróast á allan hreppinn. Sem voru En böll? Jú, ég held að það verði afskaplega fjörugt og skemmtilegt líf. Það er ábyggilegt, ég held að það verði fáir með svona hesturingum og eiginlega sléttur að búa sem leiðvægilega skort. Það var hérna.
Ég held því alltaf fram að það er samtakaleysi okkar að láta hreppa hvað við. Já. Við áttum þennan ágætismann sem ætlaði að drífa dálítið áfram. Það var hann Daníelsson læknir sem var á Dalvík núna síðastu ég vissi. Hann ætlaði að virkja ána, eða láta virkja ána og það fór nú allt í heldur gott. Og kom með þá til að færa út ræðið hérna inn í Holt sem að kalla hérna fyrir innan ána. Og hefði verið farið eftir hans ráðum fyrir góða manni þá ég var stíðan maður hreppur að verið farið. Var það margt fólk farið? Þá var fólkið eiginlega að hverfi eða komi mikill burthugur í þetta fólk. Það held ég. En hérna Það er upphaf þess máls að þegar að Þuríður hafði numið hér land þá kom hér bróðir hennar og vildi fá að setjast hér að í hennar landnámi og að hún skaffaði sér land. Og þessi bróðir hennar hét Þjóðólfur. Svo hún ákvarðaði hann það land sem að hann gæti hlaðið fyrir, það er að segja garð, girt af á einum degi frá sólarupprás til sólarlags. Og þá hafði hann girt að hálfu fyrir báða Boga Þórólfsson sem að hún svo sendir honum þegar hann er orðinn 12 ára gamall. Og hann elst upp hjá honum, var þá orðinn rammur að afli og hálfgjört tröll. Og hann var þá ekki hæfur innan fólk eiginlega, vegna þess að hann var svo miklu stærri maður og sterkari. Og hann gerði sér það til gamans að fara hér niður á malið þegar að vond voru veður og hjálpa sjómönnum sem voru að koma af sjó að bjarga þeim undan sjó að bátunum þeirra. Fyrir þetta fékk hann oft ýmislegt. Þeir gáfu honum til dæmis
ýsur eða þá fiska eða sprökur eða skötur og allt bara þetta heim í tungu. Og þetta þótti náttúrulega góðgjalda vert. En þegar að hann gerði svo djarfur að drepa þrælinn fyrir frænda sínum, Völusteini, þá þótti eiginlega nóg komið og Völusteinn færði það í tal við Þórólf frænda sinn að hann skyldi láta hann fara burtu því að hann gæti ekki búið með mennsku fólki, hann væri skapaður allt öðru vísi og miklu stórgerðari. Og það var þá sem að Þórólfur, altså faðir hans, að hann kemur að máli við hann og segir honum að hann sé ekki hæfur til þess að vera með venjulegu fólki og hann vilji að hann flyti burtu. Og þá segir Bogi við hann hvar hann ætli sér staðfestu. Já, hann segir honum að það sé óbyggðar víkur margar norður á Ströndum og hann skuli fara til þeirrar víkur, einnar þeirrar víkur og setja sér það saman bú. Og hann fær honum allt til þess og áttaring líka til þess að fleyta sér á. En hann vildi ekki neina menn frá honum, hann fór bara einn. Svo lendur hann þarna í einn af þessum víkum og ber þar af og þar staðnæmist hann og byggir sér þar bæ og kallar Bolungarvík. Það er Bolungarvík á Ströndum. Hann gaf henni þetta nafn. Nú, hann að lokum að þá er sagt að hann hefði gengið að eiga dóttir Geirólfs, þessir Geirólfsgnúpur viðkendur, og þau reistu þarna bú í víkinni og höfðu mikið sig og hann hafði gaman af því að taka á móti alls konar sakamönnum og hafa þá hjá sér. Og með öðrum orðum sko að hann gerðist þarna allir héraðsríkur en á Ströndum bjuggu þá helst ekkert annað en tröll eða tröllblendingar. Afkomendur kannski trölla og mennskra manna eða þá alger tröll. Meðal annars bóndinn á Horni, hann var einn af þessum tröllblendingum í þá tíð. Og þeir áttu steini sinni við út á Hvaltekju í Rekavík. Og þá komstu bóndinn undan við illan leik. En stóð til að Bogi kaffærið á því að hann kastaði hverjum stórbjarginn á fætur öðru fram. En hann var bara, ekki svo hittin að hann hitti skipið, en þeir lágu undir áföllum og sjógangi út frá steinmólunum sem hann hendi. En síðar meir gerðist þeir kunningjar og sonur Boga átti dóttir Hornbóndans og þá komst allt í ágætt lag hjá þeim. Og þannig var þetta, það endaði með því hans saga að þegar hann féll frá, þá lagði hann svo fyrir að hann skyldi vera jarðaður í fjörunni þar sem sjór fjalli yfir. Og jarðaður minnstakosti 5 álir niður fyrir yfirborð jarðar svo að það yrði ekki hreyft við beinum hans eftir það. Og